Nú að hefjast bein útsending frá Hótel Íslandi á þættinum í sumarskapi. Heilbrigðisstéttirnar eru gestir þáttarins, en fyrst viljum við minna á að á eftir útsendingunni verða sýndar 3 bíómyndir og dagskráni lýkur ekki fyrr en rétt fyrir klukkan 4. Sumarskapi. Stöð 2, Stjarnan og Hótel Ísland í sumarskapi. Og hér eru stjórnendur kvöldsins, Saga Jónsdóttir og Bjarni Dagur Jónsson. Gott kvöld og verið velkomin í þáttinn okkar í sumarskapi. Áhorfendur Stöðvar 2 verið velkomin að tækjónum og hlustendur Stjörnunnar. Þetta er bein útsending eins og alltaf áður. Hér í salnum hjá okkur í kvöld fólk úr heilbrigðisgeiranum, en við viljum byrja á því að bjóða nýútskrifaða sjúkraliða velkomna hingað. Og starfsfólk Landakots hérna einnig. Og frá Kleppspítalanum líka. Og hér er geðdeild Landspítalans. Verið velkomin. Allir skellum þegjandi á geðdeildinni. Þetta fannst ykkur fyndið. Og hér er starfsfólk frá Vogi. Verið velkomin. Ef þið viljið meira af sykurlausu vatni þá bara pantið það strax. Það er nóg til frammi. En hér er líka Borgarspítalinn, verið velkomin. Allir á fullu kaupið þar. Guðmundur Hannesson, sem var lengi prófessor í Háskóla Íslands, hann var mjög skondinn og skemmtilegur kall og það datt margt mjög skemmtilegt upp úr honum. Hann sagði einhvern tímann við nýstúdenta sem voru þarna í læknadeildinni: þið eruð á ferðalagi upp í sveit og komið á sveitabæ, þar er kona í barsnauð. Og hvað gerið þið nú fyrst, segir Guðmundur Hannesson. Þá segir einn glaðbeittur piltur: ég er náttúrulega bið þau að sjóða vatn. Nei, sagði Guðmundur, það er ekki rétt. Ég byrja á því að spyrja handlaugina, segir annar. Nei, það er alrangt. Ég byrja á því að sjóða verkfærin, segir sá þriðji. Nei, þetta er allt vitlaust. Þið byrjið á að kynna ykkur fyrir húsbóndanum og segja hverjir þið eruð. En það var einhvern tímann sem að Guðmundur Hannesson var að leggja þessum ungu piltum lífsreglurnar og sagði við þá: þú ert læknir út á landi í fámennu þorpi. Þá kemur til okkar ung og falleg stúlka, gjafvaxta, og hún er vansæl, hún er ekki veik. Hvað gerið þið þá? Og þá segir kandidatinn: ég rannsaka hana auðvitað og spyr sjúkdóma. Þá segir Guðmundur Hannesson: það er ekki að henni, hún er bara vansæl. Þá myndi ég nú bendin á því að benda á að fara í lestrarfélag og fá sér góða bók eða gangi eitthvað skemmtilegt félag. Já, en það er ekkert lestrarfélag í þorpinu og ekkert félag. Hvað gerurðu þá? Og þá þagði læknastúdentin lengi. Þá sagði Guðmundur Hannesson: þú stofnar auðvitað ungmennafélag, maður. En fyrst að hér er svona mikið af fólk úr heilbrigðisstéttunum og það er nú sennilega vaninn að fólk leitar til gestana hér í húsinu með ýmsan krankleika. En við getum líka boðið upp á létta skoðun ef ekki að fá ágætan stofugang. Gjörðu þið svo vel, hér kemur okkar læknalið.
sömuleiðis. Segðu mér, Dr. Sexy, hvar sjúklingurinn sem við ætlum að nota í varahluti? Elska minn, hann löngu búinn. Löngu búinn? Já, það kannski örlítið eftir á honum. Og hvað gerðurðu við það? Hótel Ísland keypti afganginn. Keypti afganginn? Já, hefur ekki séð nýja matseðilinn hjá þér? Á ég að sprauta honum? Þegið þú. Hæ, litli. Sömuleiðis. Hæ, litli. Hvaða hárrönd þetta á hnakkanum og sköllóttamanninu? Honum var nær. Honum var nær hvað? Nú, hann heimtaði þetta sjálfur. Ég var ekki að spyrja því af hverju með þessa hárrönd á hnakkanum. Já, það vegna þess. Hann heimtaði að fá almennilega andlitslyftingu. Og hvað þetta? Og hann fékk hana líka. Þetta nefnilega yfirvaraskeggið á honum. Á ég að sprauta honum? Þegið og raka hann. Hæ, litli. Hæ, litli. Já, takk. Af hverju þessi kona hérna með gleraugu hérna inni? Sólgleraugu hérna inni? Þetta nú ekki sólgleraugu. Hver andskotin þetta þá? Hún bara með svona ofboðslega dökka baug undir augunum. Og af hverju með þennan ullar trefil hálsinn? Þetta nú ekki beint ullartrefil. Hvað þetta þá? Já, sko, málið það urðu smá mistök. Hún fekk of stóran skammt af hormónalyfjum og hún bara svona loðin á milli brjóstanna. Og hún tekur hárin svona upp og vefur þetta svona utan hálsinn og hnýtir í svona fallega slaufu til að leyna því greið. Á ég að sprauta henni? Þegið þú og raka. Hæ, litli! Hæ, litli! Takk fyrir. Sexy, hvar konan sem átt að lagsera? Já, það nú það. Hún nú búin að sitja þarna í allt kvöld. Já! Var hún ekki látin lagsera? Jú, elska mín, heldur betur. En hvað? Hún fékk aðeins svo stóran skammt. Og hvað? Hún bara hvarf. En skónnin ennþá undir borðinu, viltu fá þá? Á ég að sprauta hana? Þegið þú. En taktu skóna með, við getum selt þá. Hæ, litli! Já, takk. Þetta var læknalið Hótels Íslands í sumarskapi. Það var deildarhjúkrunarkona, þetta er ásvöldlega erfiður titill. Deildarhjúkrunarkona á Landspítalanum var að leggja ungri hjúkrunarkonu lífsreglurnar og sagði við henni að þú mátt alls ekki mæla með neinum sérstökum lækni hérna. Hér eru 6 læknar og þú mátt ekki taka neitt fram yfir annan. Það leiði ekki nema 20 mínútur, þá heyrði deildarhjúkrunarkonan að unga stúlka var að tala í símann og sagði jú, það eru hérna 6 læknar, ég get bara ekki mælt með neinum. En svo var það maður sem var í rannsókn upp á Landspítala á skurðdeildinu þetta og eftir að búið að skoða hann fram og tilbaka þá segir skurðlæknirinn við hann ég held ég verið því miður að skera þau upp. Þá segir maðurinn ég er í symfóníuhljómsveitinni, ég hefði gjarnan viljað taka þátt í að spila á fiðlu í 7. symfóníu Mahlers eftir 10 daga. Heldurðu að það verði mögulegt? Já, alveg örugglega. Ég skal eitt hérna upp daginn og hann fann að spila á Hörpu daginn eftir. En svo eru til læknar sem að leika á hljóðfæri, ekki bara hörpu, heldur á slaghörpu. Einn spilar á píanó, það er hann Haukur Heiðar Ingólfsson í Hafnarfirði. Bjóðum hann velkominn. Haukur Heiðar, ég verð að leggja fyrir eina spurningu. Það er þetta með átökin listagyðjuna og svo aftur á móti að lækna fólk og hjúkra. Var erfitt fyrir þið að velja á milli? Jú, þetta voru talsverð átök náttúrulega í byrjun, en eftir töluverða umhugsun þá var læknisræðin ofan á. Þú er ekki leitað að ráða hjá neinum í tónlistinni? Jú, ég fór nú svona og spurði. Já. En sem sagt, þetta var þyngra á metanum. Það er nefnilega það. Haukur Heiðar, þakka þér fyrir, en hér er slagharpan og hún býður eftir þér. En þannig var nefnilega í morgun að þegar ég hitti Hauk Heiðar, hann var svolítið gugginn og ég sagði við hann, Haukur minn, hvað er að? Já, mér dreymdi svolítið illa í nótt. Hvað dreymdi þig, segði ég við Hauk. Mér dreymdi ég var á Eyðeyju og ég var með ungfrú Svíþjóð og ungfrú Ameríku. Kviknakin. Og hvað var svona slæmt við það? Jú, ég var ungfrú Ísland.
En við, Haukur Heiðar, gjörðu svo vel, píanóið býður og hljómsveit Gunnars Þórðarsonar, Strangers in the Night. Takk fyrir Haukur Heiðar Ingólfsson, hljómsveit Gunnars Þórðarsonar og Erlingur Steingrímsson lék á horn. Það gerðist daginn að hér út á landi, á einni heilsugæslustöðinni, að það kom miðaldra kona og gjafvaxta stúlka inn til læknisins inn í viðtalsherbergið og það þarf að ræða veikindi. Og ungi læknirinn segir strax við fallegu ungu stúlkuna, "Þetta gjör svo klæðið úr, elska mín." Þá segir gamla kona, "Heyrðu, það er ég sem er lasinn." "Nú já, heyrðu, fá þér sæti og rektu út yfir tunguna." En það gerðist kannski ef til vill hjá sama lækni að það kom til hans maður og kvartaði yfir einhverjum krankleika. "Ertu eitthvað gugginn?" sagði læknirinn, þetta var fallegt orðtak, "Ertu eitthvað gugginn?" Já, og þá sagði doktorinn við hann, "Þú verður að hætta að reykja, þú verður að hætta að drekka, þú verður að hætta að drekka kaffi og er eitthvað fleira sem þið finnst gott?" En ég veit ekki alveg hversu frjálsleg samskiptin eru á spítölunum, en það var einhver sem sagði síðan daginn, "Systir mín, hún var að giftast lækni. Er hann ekki vel fjáður og vel efnaður?" Ég veit það ekki, allavega giftust honum ekki af heilsufarsástæðum. En hér er litla gangastúlkan okkar á Hótel Íslandi. Kannski hjúkk
ég verð tralala, hvítan kappa í hárið ég fæ og svo brosi ég blítt, breyti svörtu í hvítt hjá þeim helsjúk og dauðvona Spítalinn veit hver ég enginn karlmaður neitt annað sér og svo sætur og kjút inn stofur og út svífur kroppurinn minn tralala, tralala, lalala, lala. Svo þegar læknirinn skorðum ég auðvitað fer en samt ákveðið já segir draupinn sem sá biður mín tralala, tralala, lalala, lalala. Framtíð mín hún björt Þessi ágæti maður sem kom inn á heilsugæslustöðina á Húsavík, segja þeir. Kvarta yfir því að hann væri með kvef. Mjög kvefaður. Og þá segir starfandi læknir þar, heyrðu, ég get ekki lækna kvef. Hvað á við þá að gera? Viltu gjöra svo að fara heim til þín, fara í kalda sturt og standa á opinn glugga í 2 tíma? Læknar það kvefið? Nei, þá færður lungnabólgu og við getum læknað hana. Það er alveg ótæmandi sjóðurinn að lækna sögunum. Ekki veit ég hvers vegna þeir liggja svona vel við höggi. En svo eru aðrir læknar sem á ýmislegt annað. En nú skulum við sjá hvernig hægt að iðka líkamsrækt í hópum og margir saman og stundum eitt sér. Hér kominn hópur frá dansstúdíói Jónínu og Ágústu og þær dansa fyrir okkur gangastúlkudansinn. Gjörðu svo vel!
So, what do you do to keep in shape? Takk fyrir, þetta voru kennarar úr Aerobic Studio, Jónínu og Ágústu. Þá vitum við hvernig dansa gangastúlkurnar. En það var miðaldra forstjóri hér í Reykjavík sem var aðeins á spítala, var tekinn hún á botnlanginn og hann var varla fyrir vaknaður eftir svæfinguna en honum barst skeyti. Þar stóð í skeytinu, stjórn fyrirtækisins hefur samþykkt með 7 atkvæðum gegn 6 að óska þér góðs bata. En á sunnudaginn verður haldið hér Reykjavíkurmaraþon og ég veit að það eru til læknar og hjúkrunarkonur sem stunda hlaup og hlaup ekki bara eftir göngunum, heldur líka kannski í kringum spítalann og víðum Reykjavík. Ég þekki minnst einn hlaupara sem ætlar að hlaupa á sunnudaginn. Bjóðum velkomin Jóhann Heiðar Jóhannsson. Jóhann, þegar þú hleypur maraþonið, hvað brennur þú miklu? Hvað er nú brennslan hröð hjá þér? Það er nú oft verið reiknað með því að maður brennir svona 100 kaloríum á hverja 15 kilometra, sem er ekkert voðalega mikið. Nei. En hvað heldur að hjartslátturinn fari nú upp í háa tölu? Já, það er nú eftir hvað minn er í góðri þjálfun. Sjálfur reikna ég með að fara svona upp í 100 á mínútu. Og þá getum við farið að reikna út kannski hvað hjartslögin verða mörg á 3 klukkutímum. Það var líka gaman að telja skrefin. Mér reiknaðist til að skrefin eru helmingi fleiri heldur en hjartaslögin. Já, þannig það. En þegar þú ert þarna á hlaupum, þetta er ekki skokk? Já, jú, við verðum að segja það, þetta sé skokk. Fyrir þá sem stefna ekki á fremstu sætin, þá er það skokk. En þegar þú ert á hlaupunum, Jóhann, hérna hljóðum mig fyrir þig, gjörðu svo vel. Þegar þú ert á hlaupunum, ertu að hugsa eitthvað? Já, það er óhætt að segja það. Maður getur hugsað nánast hvað sem er. Já. Það er sérstaklega kannski þegar maður hleypur burt frá vinnunni, eins og ég gerir nú stundum, að hlaupa heim úr vinnunni. Og fyrstu kilometrarnir fara í það að svona róa sig niður og losna við amstrið. En síðan er eins og hugurinn fara á stað og maður fer að hugsa eitthvað skemmtilegt. Já, vel býra eitthvað til. Þú þekkir það kannski sjálfur. Já, ég þekki svolítið sjálfur. Það gerist eitthvað í heilabúinu þegar líkaminn starfar á þessum mikla hraða. Eru til dæmi það að einhver svona, ekki kannski einkennilegt efni en efni sem við þekkjum, myndist og skapi einhverja sérstaka velíðan? Já, menn hafa sýnt fram á þetta með tilraunum að það myndast í heilanum svokölluð endorfín sem eru efniskyld morfíni og menn fá sérkennilega velíðunartilfinningu af þessu. Er þetta svona hálfgjört dóp þá að hlaupa? Ég var að segja, ég hleyp ekki þess vegna. Ég hef séð þetta gerast. Það er stundum svolítið hálfvitarlegt bros á þeim sem eru að hlaupa. Er það kannski vegna þess að þeir eru svona létt hæ þegar þeir hlaupa? Hefur þú farið með spegil með þeir? Ég get alveg trúað þessu. Einu sinni fékk ég viðurnefni brjálaði læknirinn í Garðabæi. Nú var það. Nei, ég tók eftir að þeir sem klöppuðu með þeir sem ekki hlaupa, þeir hóttu dagslega fyndið. Það er alltaf einhver öfundarsvipur á þeim sem ekki hlaupa. Já, en Jóhann, getur það gerst að maðurinn gjörsamlega tæmist af orku á hlaupunum? Já, það er nú margar sögur það að menn geti beinlínis tæmt sig og gefist upp. Það eru sérstaklega langhlaupara sem að tala þetta fyrir bara hlaup á vegginn. Já. Og ég hef sjálfur lent í því. Ég kann nú ekki alveg kannski fræðilega skýringu á því en það líkist mest svona andlegri uppgjöf, ekki beint líkamlegri uppgjöf. Maður fær leið á þess og langar ekki til þess að halda áfram. Já. En geta menn orðið alveg óbáslega kátir á hlaupunum og jável hlaupið einhverja vitleysu? Já, menn geta nú vilst náttúrulega. En þekkjum daginn þess að menn verði óstjórnlega glaðir allt í einu? Já, ég hef séð eitt félaga mig gera það. Já. Við vorum að hlaupa saman, samsíða náttúrulega, og svo allt í einu fór hann að hlaupa í hlykki og jafnvel í kringum okkur hérna. Og mikið morfín? Og fór að segja brandara.
Það er nefnilega það. En... Þú ættir að koma hlaupandi áður en þú ferð að segja brandarana hérna. Já, ég ætti að gera það, ja, hlaupa smá hringi. En maraþonhlaupið á sunnudaginn? Á sunnudaginn, klukkan 12. Klukkan 12. Ætlar að hlaupa hálft eða heilt? Ég ætla að hlaupa 21 km. Já. Hvað hættu lengi að hlaupa þennan sem vegalengd? Ætli ég stíl ekki upp á svona klukktíma og 40 mínútur, eitthvað þar bil. Það er eðlilegur svona hlaupræði. Ég hef farið undir 1:30 og svona þegar best lætur. Léttustu á hlaupinu? Ég hef nú ekki fylgst með því í hálfu maraþoni en ég fylgdist með því einu sinni í maraþonhlaupi. Ég léttist 4 kíló. Ætti að næði það? Bara á þessum 3 tímum. Jóhann Heiðar Jóhannsson, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið. Ég ætla ekki að tefja þig, ég veit þú ætlar að skokka á stað. Gangi þér vel á sunnudaginn. Takk fyrir. Og Jóhann starfar á rannsóknarstofu Háskólans við Baránstíg eins og heitir. Ég vona gott klapp á hvetjumann. En ekki veit ég hvort að greifarnir hlaupa mikið. En þeir eru snjallir að leika á hljóðfæri. Og við skulum fá svolítið af léttu poppi fyrir unga fólkið. Og við skulum bjóða greifana velkomna. Þeir ætla að leika fyrir okkur létt lag. Greifarnir, gjörðu þið svo vel. Þetta er víst vinsælasta unglingahljómsveitin í Reykjavík. Það er mikið klappað. Gjörðu þið svo vel. Ein af þessum stúlkur sem að dansar aldrei gömlu dansar. Dansar bara disk og brekk og kannski pínu lítið valsar. Þú segir þeir séu gamaldags að þú sért ekki fyrir þess lags. En ef þú heyrir diskó þá út á gólfið strax. Ertu ein af þessum stúlkur sem að svífur út á gólfið með glans. Dansar kongatefur, rúbu, tank og jafnvel ólaskans. Dansinn hrífur líkamann, svo erfitt er að hemja hann. Ein af þessum stúlkum sem alla dansa kann. Hreyfðu þig, ættu út á dansgólfið. Svona vinnan, hreyfðu þig, sýndu að þú sér í formi. Hreyfðu þig, upp og niður, út á við. Svona vinnan, hreyfðu þig, ekki segja Kannski ekki eins og við sem lærðum voða lítið og kunnum ekki mikið og æðum bara áfram, já æðum bara áfram, já æðum bara áfram eins og hraðilegt. Takturinn drullir líkamann, svo vonlaust er að hemja hann. Einn af þessum þegjum sem enga stæla kann. Einn af þessum drengjum sem að svífur út á gólfið með stæl. Þessa kongatef og rungu, tank og jafnvel twist og ræl. Takturinn tryllir líkamann, svo vonlaust er að hemja hann. Já, einn af þessum drengjum sem alla dansa kann. Ertu einn af þessum drengjum sem að dansar aldrei gömlu dansa. Dansar bara disk og brekk og kannski pínu lítið valsa. Na-na, eldrauður í framann. Þér finnst það ekkert gaman, en ef þú heyrir diskó þá út á gólfið strax. Hreyfðu þig, ættu út á dansgólfið. Svona vinan, hreyfðu þig, sýndu að þú sér í formi. Já, hreyfðu þig, upp og niður, út á hlið. Svona vinur, hreyfðu þig, og allir saman nú. Hreyfðu þig, ættu út á dansgólfið. Komdu vinar, hreyfðu þig, sýndu að þú sér í formi. Hreyfðu þig, hreyfðu á þér raskatinn. Greifarnir frá Húsavík. Ég vissi ekki að þeir væri svona smávaxnir þarna á Húsavík. En góðu gestir, það er komið að happdrættinu. Ég ætla að draga hérna út 5 númer. Allir tilbúnir. Og viðbúnir að stökkva hér upp á svið til mín. Það er 626, 626,
259, 259, 282, 282, 501, 501 og 342. Og ég ætla að biðja ykkur að koma hingað upp á svið til mín, þeir sem hafa verið svona heppnir, og eftir örstutta stund þá fáum við að sjá þau, en nú eru auglýsingar.